Prófessor í kynjafræði segir verulega halla á konur í stefnu ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum. Miklu fjármagni sé varið í atvinnuuppbyggingu fyrir karla en konur séu meirihluti þeirra sem hafa horfið úr störfum hjá ríkinu. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hefur boðað átak í atvinnumálum. Auka á afkastagetu álversins í Straumsvík, ráðast á í framkvæmdir við Búðarhálsvirkjun svo fátt eitt sé nefnt. Athygli vekur að flest þessara starfa eru karlastörf. Í ársbyrjun 2009 störfuðu 21.900 manns hjá ríkinu í 17.900 stöðugildum, en í árslok 2010 störfuðu 21.000 manns hjá ríkinu í 17.400 stöðugildum. Fækkað hefur 470 konur og 70 karla. Fjármálaráðherra segir skýringuna þá að störfum hafi langmest fækkað innan heilbrigðisgeirans. Það sem má lesa úr þessum tölum er býsna fyrirsjáanlegt miðað við reynslu annarra landa úr svona kreppuástandi, því þetta er þekkt annars staðar á heiminum, en miðað við kannski land þar sem situr ríkisstjórn sem að einsetti sér að taka tillit til ólíkra stöðu karla og kvenna í þessum aðgerðum, að þá kemur þetta á óvart. Í verkefnaskrá ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna sem mynduð var 1. febrúar 2009 segir í kafla aðgerðir í þágu atvinnulífs. Ríkisstjórnin er einhuga að við endurreisn íslensks efnahagslífs og uppbyggingu faglegra stjórnunarhátta verði jafnrétti kynjanna haft að leiðarljósi. Ef stjórnvöldum er alvara með að taka tillit til ólíkra stöðu kynjanna og að samþætta kynja og jafnréttissjónarmið við atvinnustefnu sína, þá held ég að sé tímabært að þau skýri hvaða merkingu þau leggja í þessa hluti.